Á bökkum Miðfjarðarár í vestur Húnavatnssýslu með útsýni yfir eina frægustu laxveiði á landsins stendur Hótel Laugabakki. Þar hittum við Örn Arnarsson og Hildi Ýr Arnarsdóttur sem festu kaup á fasteigninni 2015 og tóku strax til hendinni við að taka hvern krók og kima í gegn. Sagan eiginlega byrjar 1999. Já. Þegar Hildur hótelstýra fyrir Hótel Eddu sumarið 99 og þá kynntust við samfélaginu hérna og byggingunum og svæðinu og svo var hún að vinna á öðrum eddum hér og þar á landinu en við hugsuðum alltaf hingað einhvern veginn og hér svo gott samfélag og það hafði þessi áhrif á okkur og við skoðum fasteignirnar hérna 2008 held ég fyrst með kaup í huga og kaupum þær svo 2015 í janúar og förum svo í breytingar þá haustið, september og opnum 17. maí 2016 og þá fyrir allt í gang. Það svona sagan. Já. Og þetta heppnaðist vel og gekk vel og það var skemmtilegt að segja frá því að allir sem komu að breytingunum, allir iðnaðarmenn voru allir héðan úr Húnaþingi vestra nema einn og það var svo sem lagði teppinn. En allir aðrir voru héðan, heimamenn sem sagt. Það var óskaplega gott og þetta gekk rosalega vel og alveg ótrúlegir verkmenn og ótrúlegu dugnaður. En þú hefur búin að vinna hérna, þannig að þú hefur kannski verið búin að mynda þér ákveðna hugmynd að því hvernig þú vildir hafa þetta. Varstu búin að mynda þér þá mynd alveg mjög skýrt þegar þið tóku við þessu? Já, alltaf þegar ég var hérna 99 þá var ég alltaf alls ekki með það í huga að myndi, eða láta mig detta í huga myndi kaupa þetta einhvern tímann. En svona eftir að vera búin að vinna út all land, hingað og þangað, að það langaði okkur að pröfa að gera þetta sjálf og list, eins og þetta segði hann, vel á staðinn og samfélagið og sáum á hverju tækifæri í þessu. Bæði staðsetningin á hringnum og það var svona, þótt þetta sé ekki statt við Gullfossageysi eða Suðurlandi að þá fannst okkur þetta kjörin staðsetning bara upp á hringinn að gera, hringveginn. Fyrst erum við farin að tala staðsetninguna og það sem hér í kring, Vatnsnesi, Hvammstangi, Laugabakki, það margt hérna í boði? Já, mjög margt í boði. Sagan náttúrulega drýpur að hverju strái. Grettir fæddur innar í dalnum og Miðfjarðaráin og umhverfið hennar náttúrulega alveg stórkostlegt sem ekki allir vita því það keyra svo margir bara framhjá og þá meina ég Íslendingar. Og svo náttúrulega Vatnsnesið, það svo margt þar, Borgarvirki, Hvítserkur, Illugastaðir, Kolugljúfur, það svo á svo mörg að taka. Hér bæði fallegt og margir góðir staðir að heimsækja og skoða. Það eru margar sögur hérna. Hvaða sögur fólk sem kemur hér og gistir og borðar hjá ykkur mest að velta fyrir sér? Það kannski helst sagan hana Agnesi sem tengir síðustu átökunni sem var gerð á Íslandi. Og við fáum alveg töluvert mikið af Íslendingum sem hafa áhuga og líka útlendingum. Og mér skilst að þessi bók sé kennd eða skyldulesning í öllum skólum í Ástralíu. Þannig og sagan kannski verið frægari þar heldur en hér svona til að byrja með. En já, hún eitthvað sem vekur mikla athygli. Og svo náttúrulega Grettisslóðir, margir sem Grettissaga. Þetta svona það helsta. Svo auðvitað Örlygsstaðabardagi og þetta allt saman. Já. Ísland sögueyja. Hérna líka. En núna þá stöndum við í sal sem nú kannski ekki alveg hefðbundinn fyrir hótel. Nei, við erum svo lánsöm að hafa þennan sal hérna sem heitir Grettissalur einmitt. Og erum við með ráðstefnur og árshátíðir og fundi. Afskipsfundi og uppákomur. Þannig að já, þetta frábær salur, algjörlega. Og gamli íþróttasalurinn sem við breyttum í svona ráðstefnu og fundasal og við getum tekið alveg rúmlega 200 manns í sæti og með upptökuborð og í veisluuppsetningu. Já, og fleiri í bíóuppsetningu. Já. En það hefur verið einmitt bæði þá að sjá tækifærin í því að breyta skólabyggingu í hótel sem lítur ekki út fyrir að vera skólabygging en hún verður samt að taka mið af þeirri sögu sem byggingin hefur. Já, akkurat. Algjörlega. Og við höfum reynt að vinna svolítið með húsinu og nýta það sem fyrir og sáum náttúrulega ótrúlegt tækifæri í þessum sal
sérstaklega eins og yfir vetramánuðina. Þegar að minni á erlendum túrista og hendar vel fyrir alls konar uppákomur og ráðstefnur. Og ráðstefnur.